Og þá komið að 6. liði á dagskrá, reglur lokun gatna. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liður reglur lokun gatna. Endurskoðun sem sagt, þetta liðin 10 í fundargerð skipulagsráðs frá 4. maí 2020. Athugasemdafrestur við kynningu á tillögum og breyttun lokunartíma þess hluta Hafnarstrætis sem daglega gengur undir nafninu Göngugatan á Akureyri, lauk þann 22. apríl síðastliðinn og kynntir voru eftirfarandi valkostir. Fyrsti valkostur var að lokun göngugötunnar alla daga í júní, júlí og ágúst frá klukkan 11 til 19 og annar valkostur var lokun göngugötunnar frá 11 til 19 fimmtudag, föstudag og laugardag í júní, alla daga í júlí og fimmtudag, föstudag og laugardag í ágúst. Þessi tillaga voða svipuð þessari sem var í gildi, nema þarna búið að lengja tíman frá sem sagt, úr 11 til 17 í 11 til 19. 4 athugasemdir bárust. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að verklagsreglur tímabundnar lokanir gatna verði breytt með þeim hætti að lokunartími gatna miðist við tillögu 2. Orri Kristjánsson S-lista og Arnfríður Kjartansdóttir VAF-lista sátu hjá við afgreiðslu málsins og leggja til við bæjarstjórn að verða við tillögu 1. Takk fyrir. Að bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á liðnu ári þá tókum við umræðu göngugötuna og bílaumferð í göngugötunni hér í bæjarstjórn og hluta þeirri bókun sem við lögðum fram þá var að bæjarstjórn leggi til að núgildandi samþykktu verklagsreglu vegna tímabundinna lokana gatna verði tekin til endurskoðunar með það markmið að auka lokun göngugötunnar yfir sumarmánuðina. Eða göngugötunnar í Hafnarstræti, svo ég hafi það nú með. Við erum að fá inn tillögu hér núna sem að gera ráð fyrir því að auka þessa lokun fyrir bílaumferð eða opnun í hináttina, ef við horfum á það þannig 2 tíma sem vel. Ég vil samt aðeins gera grein fyrir hvers vegna ég mun sitja hjá við afgreiðslu málsins. Göngugatan okkar, hún í hjarta bæjarins og þetta er dásamlegt svæði. Endurgerð eldri húsa hefur heppnast vel, kaffihús, veitingastaðir, verslun og þjónusta og nú síðast leikvöllur fyrir börn hefur breytt göngugötunni okkar til betri vegar. Langt skeið þá hefur það verið ansi mikið deiluefni hér meðal bæjarbúa hvort að göngugata eigi að vera göngugata eða þá sá hluti Hafnarstræti sem gengur undir nafninu göngugatan, svo ég hafi þetta nú allt hárrétt, hvort að hann eigi að vera opið fyrir bílaumferð. Árið 2016 þá lagði RHA fyrir bæjarbúa spurningakönnun sem meðal annars snerist viðhorf þeirra til bílaumferðar í götunni, en niðurstöður þeirra könnunar sýndu að langt flestir vildu að gatan yrði lokuð með einhverjum hætti fyrir bílaumferð, ýmist með föstum tímabundnum lokunum yfir sumartíman, yfir í desembermánuði eða hún sé alfarið lokuð fyrir bílaumferð. Viðhorf til lokunar göngugötunnar fyrir bílaumferð hefur þó ekki verið könnuð formlega frá árinu 2016 og vel þess virði að velta því fyrir sér hvort að það ætti að gera aftur slíka könnun þannig að hún myndi sýna okkur með óyggjandi hætti afstöðu íbúa en ekki aðeins hagaðila. Fréttavefurinn kaffið.is kannaði hins vegar í fyrra svona óformlega viðhorf fólks til þessa, þar sem að 1264 tóku þátt, en þetta er vissulega algjörlega óformleg netkönnun miðils og kannski erfitt að taka mark á henni þar sem að allir geta tekið þátt og svo framvegis, þannig hún er ekki þannig að ég myndi horfa á hana sem raunverulega rannsókn, en engu að síður það gaf okkur vísbendingu að ástæða væri til þess að kanna viðhorf bæjarbúa betur. Því að flestir sem tóku þátt í þessari könnun, vildu að gatan Hafnarstræti, göngugatan, sá hluti Hafnarstrætis, yrði lokað alfarið fyrir bílaumferð yfir sumarmánuðina. Næst flestir vildu sama kerfi og nú í gildi, en álíka margir vildu að hún yrði alfarið opin fyrir bílaumferð eða alfarið lokuð fyrir bílaumferð. Þannig að ef að þetta væri raunveruleg niðurstaða þá rannsóknar sem að
ef hún færi eftir öllu svona formfestu, þá myndi það segja okkur að það séu fleiri sem að vilja horfa til þess að minnstakosti yfir sumarmánuðina að göngugatan verði sem slík. Markmiðið á að sjálfsögðu að vera að tryggja iðandi mannlíf og gleði í miðbæjarsvæðinu okkar, hjarta bæjarins, og ég hefði því gjarnan kosið að við hefðum tekið þessa ákvörðun núna eða minnstakosti farið í könnun á viðhorfi bæjarbúa til þess. En fyrir hönd mín, Heimis Haraldssonar og Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur, þá leggjum við fram eftirfarandi bókun sem svohljóðandi: við höfum frekar kosið að sá hluti Hafnarstrætis sem í daglegu tali gengur undir nafninu göngugatan, yrði göngugata að minnstakosti yfir sumarmánuðina. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sem næsttektummáls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara því að sitjum í skipulagsráði og var einn af þeim sem samþykkti það að fara í þessa breytingu sem er boðuð, þar að segja sem meirihluti boðuð, þar að segja að lengja tímann 2 tíma í júní og ágúst og þessa 3 daga sem er lokað og síðan alla daga júlímánaðar, þar að segja frá 11 til 7 í stað fyrir 11 til 5. Það var lögð svolítil vinna í þetta, nokkuð mikil vinna í þetta á síðustu kjörtímabili þegar reglunum var breytt síðast og þar var náttúrulega verið samtal við hagaðila. Ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Hildu Jönu að það sé kannski rétt að gera könnun og fara í markvissari skoðun á þessu, hvað bæjarbúar vilja og hvernig best sé að þessu staðið. Við töluðum það að draga úr, gera það meira að göngugötu, það að segja að draga úr umferð í götunni og ég taldi rétt með það að huga hversu mikil vinna var lögð þetta síðast og við erum ekki búin að gera neina kannanir á þessu, við vorum þá tilbúin að tegja okkur eitthvað lengra og taldi ég rétt í rauninni þetta að fara í þessa 2 tíma aukningu vegna þess að það hefur bar við síðasta sumar og við þekkjum það sennilega öll að við satt kannski niður í miðbæ klukkan 5 þegar sólin var hvað hæst á lofti þarna yfir þeir kafla sem hann að skína í Hafnarstrætinu eða þarna í göngugötunni að þá var allt í einu komið bílaumferð. Þannig að með því að teygja okkur til 7 þá held ég að við séum að mæta svona kannski kröfum einhverfa og ég held að sé rétt bara að láta á þetta reyna og svo sé þá næstu bæjarstjórnar að skoða mögulega útfærslu og hugsanlega einhverja kannanir og úttektir á þessu og þá jafnvel ganga lengra eftir atvikum. En ég styð þessa tillögu að segja að taka þetta skref sem nú er tekið. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson loki máli sem ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég kem nú bara hérna upp aðeins til þess að segja frá minni þá afstöðu. Ég mun styðja tillögu meirihluta skipulagsráðs. Einmitt kannski vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn og við þyrftum kannski að hafa meiri gögn á bak við okkur til þess að þrengja að ökutækjum og þú veist þannig að þangað til að það gerist. Ég hefði viljað og kosið að sjá það kannski vera gert áður en að við förum að leggja til breytingar. Þannig að ég bara held mig við það sem við höfum áður þá hér samþykkt með þessum svona litlu justeringum sem að skipulagsráð lagði til. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Næsttektummáls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tók mér nú að bestalegu í dag að tala við nokkra hagaðila sem ekki hafði skilað inn álitið hana, bara til að heyra aðeins fleiri sjónarmið. Og flest þetta fólk óttast þessar lokanir. Og ég veit ekki hvort að það sé rétt að fara þá leið að eyðileggja göngugötuna alveg með því að fyrirtæki hverfið hann í burtu. Búðir sem hafa verið hana lengi og meira sé að veitingastæðir tala á sömunóndum. Vandamáli kannski sem það til staðar nummer 1 og 3 það að við erum komið leikvöll hinum megin við götuna á móti sentrum. Og þar eru krakkar að hlaupa yfir og meðan foreldrarnir sitja þeim megin. Og ég held að mætti nú bara setja hraðaendurinn þar beint fyrir framan svo að bílarnir yrðu hreinlega bara stoppa áður eða þeir færu þar framhjá. Bara til að auka öryggið þar. Ég ætla ekki að setja mig upp á móti þessu, en ég held að einmitt eins og fleiri að tala að við þurfum að skoða þetta mjög vel áður en að við þurfum að loka þessu alveg. Því að við sáum nú bara stórslys verið í Reykjavík þegar það var ákveðið að loka ákveðnum hluta þar.
og við viljum ekki elta svoleiðis slys. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson loki máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Þórhall Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem til með að styðja þessa tillögu að lengja þennan lokunartíma þessar 2 klukkustundir og lengja það í 7 í staðinn fyrir 5 því að ég fékk töluvert af kvörtunum síðastliðið sumar vegna þess einmitt sem að bæjarfulltrúi Hlynur kom inn á að við erum búin að staðsetja leikvöll á þessu svæði við göngugötuna, Hafnarstræti, þann hluta Hafnarstræti sem gengur út í nafninu Göngugatan. Og þarna náttúrulega eðlilegt að þegar eru komin börn þá líf og fjör og æslagangur og það svolítið hættulegt að fá umferð þarna oní þetta á þessum tíma. Og síðasta sumar var okkur mjög hagstætt og fólk satt þarna kannski lengur en venjulega þegar norðanáttin farin að ná inn. En við fengum hann ekki síðasta sumar þannig að fólk satt þarna fram eftir degi og var svolítið svona það var ekki þægileg tilfinning að fá bílaumferðina inn þarna klukkan 5 eða eftir 5 og þess vegna fékk ég þessar kvartanir og ég held sko svona í flestum tilfellum að það myndi leysa málið svolítið mikið gagnvart þessum hóp að framlengja þetta þó ekki væri nema þennan tíma vegna þess að síðan er fólkið farið með börnin til þess að sinna kvöldmat eða einhver öðru og það minnkar trafikkin á leikvellinum þarna eftir 6:30-7. Þannig að ég bara styð þessa tillögu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhall Jónsson loki máli sínu, orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu meirihluta skipulagsráðs, gefið merki. Það eru 8, þeir sem eru á móti, enginn og 3 sitja hjá.